Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþáttur með ykkur hérna þessu mánudagskvöldi, klukkan 9:10, mánudagskvöldi 28. apríl og við erum konið núna í heim fitnessisins, en það er ritstjóri fitnessfrétta sem er komin núna á línuna, hann Einar Guðmann. Hvað er blessa og sætlaðið ekki? Sælvertu, sömuleiðis. Það eru langt og liðið síðan að ég fekk að spjalla við þig. Já, eða síðan ekki sluðis. Jú, eða bara frá því ég hringdi í þig síðast. Já, og þá kom ég með yfirlýsingur af því að ég muni taka þátt á næsta ári. Já, ég hef búin að glemma því. Ég hef þetta rukkaði um það. Já, það var nú ekki mikið úr því. Nei, ok. Ég mætti held ég 4 sinnum í ræktina og svo hvarf ég. Já. Já. En þér til huggunar, þá ert þú alveg örugglega ekki eini Íslendingur sem hefur lent í þessari aðstöðu. Já. En það er ekkert auðveldast í heimi að byrja, sko, ef maður ætlar að koma sér að stað í þessu sporti. Nei, og þetta kannski gerist ekki alveg svona að maður ákveði í daginn að nú ætla ég að fara að gerast Íslandsmeistari í fitness eða vaxtarrækt eða einhverju liðseldur. Oftar er þetta nú kannski þannig að menn eru búnir að vera að æfa í ræktinni í einhver ár og síðan fáðu þeir allt í einu þá flugu í höfuðið að fara að stíga á sviðið, sko. Já, nálega. Þannig að þú kannski farið svolítið svona öfuga leið í þessu, en það er ekki það, þetta er alveg þekkt að þetta hafi verið svona, sko. Og þú hefur væntanlega heyrt frá mörgum að ég ætla að fara að taka þátt í þessu og svo gerist aldrei neitt. Nei, akkurat. En þetta sýnir það að það sem maður finnur fyrir hjá þessu íþróttafólki, það er andlega hliðin sem er rosalega sterk. Jú. Þetta er, ég held að margir séu nú sammála það að þó að vissulega séum umdeilt gott að ræða allt það, þá er nú þeir sem að hafa látið á það reyna hafa átt að sjá því að það þarf gríðarlega sjálfsaga í þetta og í rauninni er þetta þannig að allt lífið þarf að snúast það sem þetta gera, en allavega vegna þess að það er ekki margar ef nokkrar íþróttir sem að snúast það að þú verður að láta mataræðið algjörlega snúast árangurinn og þú ert að æfa þetta 2 sinnum á dag á ákveðnum tímum ársins og fleira og það þýðir ekkert að vera að sukka og svolítið, þetta á þegar þetta er rétt gert að þá er þetta mjög heilbrigður lífstíl sem menn er að lifa og kostar líka það að menn leggir sér alla fram. Já. En nú er þetta sport að alltaf verða vinsælara og meðal annars Íslandsmóti sem fór fram á dögunum, það var bara slegið þáttökumet. Já, það var ekki stórt met, við skulum segja að það rúmaðist í einu manni. Já. En það var þannig að 2012 voru 150 keppendur og 2013 voru tæplega 130 og svo núna var það 151. Þannig að við vissulega bættum þáttökumet, en það var ekkert risabæting, sko. Nei. En við heiminn lifandi með þetta náttúrulega, þetta er frábær aðsókn og sýnir bara hvaða gildi líkamsrækt hefur á Íslandi í dag og náttúrulega má kannski marka líka það er náttúrulega þannig að fjölmiðlar eru meira farnir að fjalla um þetta, en þeir eru allavega hættir að tala um þetta sé bóla eins og þeir gerðu hérna á árunum 82, 3, 4, 5, 6, 7. Já, var þá þetta talað um að þetta er bara bóla sem myndi springa út? Já, það lyfti einhverju lóðum og svona á þeim tíma voru nú bara innan einhverja 4-5 æfingastöðar á landinu. Ég man alveg til því að þá var ég nú að keppa þessum tíma að þá að tala um að þetta væri svona heilsuræktar bóla og það var alltaf í hverju einasta útvarpsviðtali og blaðaviðtali sem að var yfirleitt talað um að þessu æði hlyti nú að vera að ljúka. En það má nú eiginlega segja það að þessi grein svona eiginlega tók nú eiginlega landsmenn með sér því að það er nú ekki mjög margir þannig að það er allavega risastórt hlutfall landsmanna sem á í raun kort í æfingastöð í dag og er á einhverjum tímapunkti ársins að taka á lóðum eða fara í einhverja 12-5 tíma eða hvað hann heitir allt saman. Þannig að þetta hefur gjörbreytt þjóðfélaginu, vil ég minna. Já. En það er, þessi íþrótt hefur breyst mikið þegar ekki frá þessum tíma? Jú, mjög svo. Þetta fyrst náttúrulega voru bara karlar að keppa í þessu. Það er að segja sko í fitness
og þetta maður fyrir alveg aftur á bak frá því við byrjuðum 82 hérna með fyrsta Íslandsmótið í Vaxtarrækt sem það var á hér það náttúrulega voru kallar og konur sko en það var rauninni bara Vaxtarrækt. Já. En svo eru margir sem... Það gerist það hérna, það er 94, þá í rauninni datt okkur í huga að halda svolítið fitnessmót. Og hérna, þau byrjuði eins og bara með köllum, sko. Já. Og það var minni með 98, nei, fyrir ekki, ég sneriði það, byrjuði bara með konum, segi ég. Og svo 98, þá hérna koma kallarnir inn í fitnessi, sko. Þannig að hérna, þetta eru búið að breytast mikið og líka bara hvernig hérna íþróttin er framkvæmd og svona og fyrst var þetta inni svona má segja það voru þarna keppendur í fyrstu mótunum í fitness voru sem sagt að jável að halda ræður og koma fram í kvöldkjólum og svona þetta var svona enn líkara fegurðarsamkeppni síðan snýst þetta alveg við og við þurfum að hafa hindranabrautir og alls konar æfingar og brautir og hérna það var mjög vinsælt á sínum tíma sko og síðan sem sagt sko breytist þetta yfir í það að samræmast við það sem hefur verið að gera svona alþjóðavísu að hérna við tökum út hindranabrautina. Já. Og það hérna margir sjá eftir henni sko en það er alveg sama þetta er svona þetta gert í rauninni víðast hvar heiminn í dag sko. Og við eigum atvinnumenn í þessu? Já, við erum einn atvinnumann. Margrét Gnarr, hún hérna öðlaðist hann til núna þess að fyrir skemmstu og hérna bara sem betur fyrir maður svona hafði ekki ímyndað sér að við myndum ná þessu neitt svona næstunni en hérna það sýnir alveg hvað við erum svona farin að valda öldugangi í alþjóðasamfélaginu í þessu líka. Já. Við erum sennilega eftir að eignast eða ekki fleiri atvinnumenn því að það eru rosa margir efnilegir keppendur að fara að koma þarna upp. Jú, við skulum allavega orða það þannig að við eigum alveg raunhafa möguleika á því og hérna við skulum alveg hafa fæturnar á jörðinu sko, ég veit alveg hvað þetta er erfitt sko í raun að gera þetta því að hérna það er ekki eins og við séum svona eina þjóðin sem er að herja á þetta sko. Já. En allavega við eigum alveg mjög góða möguleika, það fer svolítið svona eftir flokkum svona hvaða möguleika við eigum en í sumur flokkum þá erum við alveg bara í fínum málu með þá, ég varst ekkert það við eftir að fá fleiri sko og það er náttúrulega, það eru öðrum keppanda verið búið að gera atvinnumaður, hún er bara ekki búin að ákveða sig, hún Kristín Kristjánsdóttir hún getur orðið atvinnumaður og fekk boðið það núna og móti fyrir skemmstu og þannig að svona það má eiginlega segja, við séum komið með 2 þá önnur hafi ekki ennþá tekið spjaldið þessa prófspjaldið sko, eða sem að kalla en það vonandi að fleiri eftir að bætast í hópinn sko. En fyrir svona almennan áhugamann sem veit ekkert hvað við erum að tala hver er til dæmis munurinn á fitness og vaxtarækt fyrir þá sem það eru sumir sem gerir ekki alveg greinarmunin á því? Nei, í dag er orðin gríðarlega stór munur á þessu, hann er kannski ekkert stórkostlegur á Íslandi því það sem þykir að vera svona hrikalega stór og vöðamikill á Íslandi það er nú kannski svona vikt á öðruvísi erlendis að vissu leyti því að þar eru menn í atvinnudeildinni sko gríðarlega stórir í vaxtaræktinni og við erum konur svona dálítið langt út fyrir það sem var svona Jón Jónsson í ræktin er að reyna að falast eftir en í rauninu út frá svona dómara sjónarmiði þá er þetta í rauninu þannig að í vaxtaræktinni þá er engin takmörkun á vöðamassa. Nei. Ekki nein, það er engin takmörkun á það. Þú mátt í rauninu vera eins vöðamassa, það verður að sækjast eftir eins miklu vöðamassa og völ er á og eins miklu skurðum og völ er á. En það er þannig hins vegar í fitness í dag að það eru þyngdartakmarkanir við hæðarmælum alla og þeir eru viktaðir og það er ákveðin formúla sem segir til það í rauninni hversu þungur þú mátt vera. Já. Og það þýðir að það er ákveðið þak á vöðamassan. Og þetta var nú svona gert til þess á sínum tíma að við erum búa til flokk sem að væri svona nær því sem almenningur hafði skilning á. Það er alveg að segja það sem svo að vaxtarækt sé alveg dásamlega íþrótt og allt það, að þá höfðar hann ekkit endilega til almenning sem
sem slík að það er ekki allir sem vilja vera eins og vaxtarættarmenn. Nei. En svona þessir fitness keppendur, þeir eru sem sagt, má segja, innan þeirra marka sem að menn horfa til og við erum með ákveðið þak þar á vöðvamassa og öðru slíku og það er verið að dæma líka út frá öðrum forsendum. Það er svona hort svolítið á það í vaxtarættinni að þar kemst ekki upp með það í vaxtarættinni að sem sagt vera með einhvern einn líkamspart, svona eitthvað gallaðan, til dæmis að hafa gleymt að æfa kálfa eða eitthvað svoleiðis sko. En í fitness þá horfa dómara svolítið öðruvísi á keppandan. Þar er verið að horfa til þess að svona heildarmyndin sé í lagi. Já. Þú getur, ef það er ekki mjög slæmt, þá getur þau svona vissunátt komist upp með einhvern einn fyrir eitthvað dabran líkansparti á sem að segja, sem er á eftir hinnum eða eitthvað svoleiðis, en það er risastór mínus í vaxtarættinni sérstaklega. Þannig að svona út frá dómforsendum þá er þetta líka aðeins öðruvísi. En svo voru þið að bæta við fitness, Ólympíu fitness. Já. Það er nýr keppnisflokkur eða ekki? Jú, mjög skemmtilegur flokkur, það sem að í rauninni, það er ekki hægt að segja hann taki við af vaxtarætt kvenna, en það var þó þannig að það var sem sagt hægt að keppa í vaxtarætt kvenna í Evrópu á síðast ári. Og við í rauninni fettum í þau fótspor af þessu leyti og menn eru hins vegar konum með svo kallað flokk sem að enskunni heitir Women's Physique og er orðin einn af vinsælasti flokkurinn af öllum þessum flokkum og þar með talin Model Fitness sem hefur verið að keppa líka erlendis og gríðarlega margir keppendur á þessum alþjóðlegu mótum. Já. Og þessi Olympíu Fitness er sem sagt það hefur verið að horfa til þess að þetta sé undanfari vaxtarættar. Það má eiginlega segja að þetta sé flokkur sem á að staðsetja í sem sagt vöðvamassa og öðru slíku á milli fitness kvenna sem að enskunni útlegst body fitness og vaxtarættar. Þannig að það er í rauninni mega ekkert vera eitthvað hrikalega massaðar eða neitt líkt konurnar í þessum flokk. En þessi er staðsettur þarna á milli. Og þær eru að gera frjálsaræfingar eins og var gert í vaxtarættinu og þetta allt saman en þarna eru dómforsendur líka svolítið aðrar sko. Þetta er mjög skemmtilegur flokkur og ég er alveg handviss um það að hann eigi eftir að vaxa mikið á Íslandi. Já. Eins og annars staðar. En svo, það er eitt sem heitir sportfitness. Já, karla. Já. Það er á enskunni útlegst það sem sagt Men's Physique, það er mixti fitnessflokkurinn. Þeir sem sagt koma fram á svoleiðum síðbuxum eða hvað kallast þetta? Þetta eru svona brettabuxur, brimbrettabuxur og þetta er fyrir þá sem að í rauninni eru svona að sækjast eftir þessu stælta útliti en er ekki komnir í sem sagt endilega það að sem sagt þróa sér svona með sama hætti og fitnesskeppandi gera. En þetta er má segja karlegi hlutin af model fitness að vissu liti. En þessir flokkar hafa samhliða sem sagt í rauninni Olympíu fitness flokkunum verið einna stærstu flokkarnir á alþjóðlegu mótunum undanfarið. Það hafa verið upp undir 50-60 keppendur í hverjum flokki á sportfitness. Núna eins og á Evrópumótunum og heimsmeistaramótunum. En það er ekkert slakað á hjá þessum keppendum því að nú helgina þá kepptu 5 Íslendingar í alþjóðlegu fitness og vaxtarættamóti í Austurríki. Já, og gerðu hana bara gott. Þeir voru að gera það mjög fínt þarna. Þetta er alþjóðlegt mót í Austurríki og sem sagt þau fóru þarna Gísli Örn Reynisson Skram og Hilda Guttormsdóttir, David Harmódíu fór þarna líka og Mími Nordqvist og Katrín Edda Þorsteinsdóttir, hún var þarna líka. Þeim gekk í rauninni bara flestum mjög vel og komið heim með bygghar alveg í stöflum sko. Kepptu svo daginn eftir, það var á sunnudeginu, þá kepptu í Budapest og ekki allir endar keppendurnir en það gekk bara ágætlega líka sko. Þannig að það er hvergi slakað á hjá þessu fólki? Nei, og svo er nú kannski svona
má segja stærsti viðburðurinn núna framundan, það Evrópumótið. Svona af þessum mótum sem að við erum að senda keppendur á þá leikur enginn vafa á því að svona þau eru auðvitað mjög sterk. Það verður bara viðurkennast að sumir eru lítil og jafnvel fámenn og allt þetta. En svo eru þessi risamót eins og Evrópumótið og heimsmeistaramótið. Þetta eru lang stærstu mótin sem við erum að senda keppendur á og þar af leiðandi erfiðustu. Og þarna svona, já, má segja að hátindur ársins sé komin í alþjóðlegu mótunum. Og við erum einmitt að fara út í þetta núna 14. til 19. maí þá verður Evrópumótið haldið á Spáni. Já. Og ég held að séu einhverjir 11 keppendur eitthvað sem að fara þá. Þannig að við erum alveg fjölda keppanda? Já, það alveg, við eigum sem betur núna mjög mikið fjölda keppenda sem í raun áalveg erinda þessu mót. En, já, kannski að þessi mót eru náttúrulega alltaf að verða sterkari og sterkari. Er það ekki væntanlega þá að þið eru komin með það góða þjálfara hérna á Íslandi bara, svo mikla reynslu, mikla þjálfara? Jú, það hjálpar og bara keppendur yfir höfuð eru farnir að öðla svo mikla reynslu. Og þetta var nú eitt sjónarmið á sínum tíma þegar að sem sagt, það var nú lengi vel sem að fóru engir keppendur erlendis. Og við svona smám saman fórum að hvetja menn til að fara og styrkja og allavega. Og ein hugsunin á bak við það að reyna að draga íslenska keppendur þarna til að byrja með og stundum ætti ekki sterkt erindinn á verðlaunapalla og allt það. Ein hugsunin var bara að safna reynslu. Það nefnilega þannig að keppandi sem að fer erlendis á mót og það eiginlega alveg sama hvernig hann gengur að hann kemur heim með bunga af reynslu. Mætir svo hugsanlega næsta ár og þá betri og reynslu meiri. En ekki bara það, heldur hann miðlar líka reynslunni til annara og í dag á þessum samskiptamiðla tímum að fara með létt með það og þjálfarar spila alveg stórt hlutverk þarna líka sko. Það er orðið svolítið skrítinn heimur í dag að í gamla daga þá áttum við æfingafélag. Í dag heyri ég aldrei talað æfingafélag, nú bara talað þjálfara. Já. Þetta svolítið skrítið að áður var þetta þannig að menn voru svona 2 og 2 saman æfingafélagarnir að taka á því og fræða hvern annan á því, hvernig væri best að gera hlutina. Í dag eru allir með þjálfara meira að minna. Og það þetta bara fínt mál sko. Og sumir eru með þjálfara sem er með þjálfara sem er með þjálfara. Þannig að þetta svona orðið alltaf sérstakt. Þessu haldið sko. En þú hefur verið að dæma, eða ekki í mörg ári í þessu keppni? Jú, það er ég held að ég byrjaði að dæma ég 88 eða 9 heima. Svo var ég alþjóðlegur dómari minnum mig upp úr, það var einhvern veginn upp úr 2000. Þá var ég sem erlendis og fór að dæma þessum stóru mótum sko. Og hef verið að gera það síðan. Já. En, já, fitness á Íslandi, það er svona alþjóðlegi dómarar og þetta er orðið svona, eða ekki þannig keppni að þú ert kannski Íslandsmeistari þá áttum möguleika á því að geta að fara að keppa alltaf úti eða... Jú, það er auðvitað ekkert gefið í þessu. Þetta er náttúrulega metið svolítið eftir keppnisgreinum og keppnisflokkum. Það er náttúrulega vonandi þannig að þú ert að vinna flokk heima þá eigir erindi erlendis. Já. Það er náttúrulega, það er samt ekki þetta að gefa sér það sko. Það er náttúrulega þannig að staðallinn í sumum flokkum erlendis það hár að jafnvel okkar sigurvegarar eiga bara hreinlega ekkert heimaðar það fer eftir flokkum. Það er til dæmis svona sem sagt, við höfum verið alveg að gera góða hluti svo sem líka í vaxtarrættin og þetta allt saman en þar er til dæmis einna erfiðast að keppa að þessu liti. Þannig að ef að íslenskur vaxtarrættamaður nær árangri erlendis þá er það gríðalegt afrek vegna þess að þar eru þessir allra stærstu keppendur sem eru kannski búnir að vera áratugi að safna vöðamassa og þar er gríðalega hörð samkeppni og erfið við að eiga sko. Þannig að þegar við náum einhvern titlum þar og sætum þá mega menn brosa breytt sko. Og auðvitað í hinum greinum líka en ég dreg ekki dul á það hins vegar
það eru þetta mislangur undirbúningur á bakvið suma þessa flokka. Það bara þannig. En svo eitt svolítið skemmtilegt við þetta að það virðast allir keppendur vera að hvetja hvort annað mikið áfram svona. Já, þetta svona pínu fjölskylda. Það má eiginlega segja það að það allir voða samhuga í þessu öllu saman og sem betur fer og ég svona upplifði þetta þannig að það allir voða góði vinir og þó þessu fleiri 100 manns þá skilja menn í þessum hópi svona hvað menn að ganga í gegnum og það þessuna svona ákveðin ævilöng reynsla að hafa staðið á sviðið og staðið í þessum undirbúningi sem að fylgja þessu. Þannig að það skiptir máli. Já. Hún Karolind sem var í síðasta þætti, hún var að segja það að dómarar eru fljótir að sjá það ef að keppandi óöruggur á sviðinu. Já. Við náttúrulega, þetta svona einn af hlutunum sem við erum að meta en við skulum samt ekki gleyma því að þetta líkamsræktakeppni og við erum að dæma rauninni fyrst og fremst líkamann. Það sem að hins vegar framkoman hefur að segja það að þetta svona rétt eins og í væstarættinu og fitness kalla og þetta allt saman sem menn eru með stöður og pósur að það skiptir framkoman óbúðslega máli upp á það að gera hvernig þú kemur þínu til skila til bæði áhörfenda og dómara og þar skiptir hún öllu máli en ef einhver misstígur sig á sviðið eitthvað svoleiðis skilurðu það ekki séns hann tapi sæti út það skilurðu ef einhver dama dettur að háum hælum eða eitthvað svoleiðis eða eitthvað þannig það skiptir engu máli ekki nokkur einasta það sem framkoman að skila fyrst og fremst það að þú ert að endurspegla þínar bestu hliðar til áhörfenda og þar að leiðandi vonandi lendur þá í betra sæti heldur en hugsanlega ella þannig að þar þessi æfingar í sviðsframkomu og svona þar skipta þær máli en góðu dómar í rauninni getur alveg séð í rauninni gegnum þetta allt saman hvernig með raunverulega eru sko. Það er mjög erfitt að fela galla þegar þú ert upp á svið og ert bara á skílunum. Já. Það er ekkert hlaupið að því. Einar Guðmann hjá Fitnessfréttum, ég ætla að leyfa þér að komast aftur í skriftir. Þú ert að fara að gefa út blað bara núna, enn eitt blaðið og nú með hvað er þetta í rauninni, veistu það? Jesús, það er nú góð spurning maður. Ég byrjaði að gefa út blaðið 99 og fitness.is fylgir því sko. Og þetta eru svona 4 blöð á ári. Já. Eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta alveg einn. Þetta að vera bara alvöru starfsvæðidæmi? Já. Ég ætla ekki að reyna að telja þetta. Nei. En þetta gengur bara vel. Og ert þú sjálfur alltaf í ræktinni alla daga? Já, ég kalla mig bara trimmara í dag. Ég svona bara eins og þessi venjulegi Jónar, reyna að passa að safna ekki mikið utan á mig og geta hlaupið svona einhverja kílómetra á þess að deyja og svona og það er fínt sko. Já. En það er ekkert lengur að keppa og svoleiðis, það er alltaf langt síðan það var. Einar Guðmann, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Ekki málið. Blessaður. Takk fyrir, bless. Já, Einar Guðmann hjá Fitnessfréttum og það er fitness.is meiri upplýsingar varðandi með allt fitness. En næsta dagskrá þá erum við að fara aðeins í körfuboltann. Það er stærsti maður Ísland sem ætlar á línunni á eftir. Þannig að það er Ragnar Nathanaelsson. Það var leikur í körfunni í kvöld. KR konur í 2-1 í einvíginu það að vera Íslandsmeistari. Það lið sem undan að vinna 3 leiki verður Íslandsmeistari. En KR unnu Keflavík glettilega í kvöld með 20 stigum. Það er Karvan næst á dagskrá, farið ekki langt. Og lokatölur úr leik kvöldsins í handboltanum. Stjarnan Grótta í undanúrslitum. Stjarnan hafði betur 23-21 þannig að Stjarnan eru komnir í úrslitin. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Spennumyndin Amazing Spider-Man